Þá skulum við líta á frumfylki. Við ætlum að nota frumfylki í gásseyðingu og þau náttúrulega koma víðar að nótun og frumfylkin eiga að leysa af hólmi það að reikna með blað og blýanti og við getum þá notað forrit sem að kann fylgja margkötun og við ætlum að skoða umröðunarfylki. Umröðunarfylkin, við lítum hér á línur í fylki, víxlalínur. Skörunarfylki, þeir margfalda eina línu með einhverju tölu. Og þriðja gerðin af frumfylkjum, það tekur línu, margfaldar hana með 5 og leggur við næstu línu. En þar sem að umröðunarfylkin eru, það eru í forritun á línuaðgerðum í gásseyðingu, leyfilegu línuaðgerðum. Og ef við byrjum á að skoða umröðunarfylki eða það sem heitir permutation matrices á útlensku, þá getum við bara tekið okkur eitthvað einfalt dæmi, segjum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og ef við viljum umræða eða víxla á línum, þá þurfum við að gæta því að hér höfum við 2 sinnum 3 fylki og þá verðum við að hafa 2 sinnum 2 fylki hér því að frumfylki verða alltaf að vera n sinnum n, þau verða að vera fellingsfylki, þau verða að vera andhverfanleg. Þau koma því eftir. Þannig að hér myndum við prófa 0, 1, 1, 0. Frumfylkin er alltaf búin til úr einingafylkinu til því sem við á með einni af línuaðgerðunum. Og ef við hreinlega bara fylkimarkvættum þá fáum við 0 sinnum 1, skrifum niðurstaðuna, það var að segja lína sinnum dálkur og það gefur þá 0, 1, 1, 4, það verður bara 4. Svo tökum við efstu línu næsta dálk, við fáum 0 sinnum 2 pluss 1 sinnum 5, það er 5. Svo tökum við síðast dálkinn með fyrstu línu og við fáum 0, 3, 1, 6, 6. Og svo hérna lína dálkur, aftur svo lína dálkur, aftur lína dálkur og við fáum, skoðum fyrstu, 1 sinnum 1 sem er 1 pluss 0 sinnum 4. Þannig að við endurheimtum línu 1. Héðan er nú hefur verið færð í línu 2. Og ef við erum með, við segjum aðeins stærra fylki, segjum að þetta hefur verið 4, 5, 6, 7, 8 og 9, þá hefur við taka stærra umröðunarfylki. En þá þurfum við að taka, segjum við vilja bara ná því sama að víxla á línu 1 og 2, þá hefur við þurft að ná þetta fylki hér. 0, 1, svo bætist við hér 0 og í aðra línu á línan sem var í fyrstu línu ákoma og svo breytist þessi ekkert, svo þriðja. Skulum sjá hvort þetta gangi allt eftir. Fyrsta lína, fyrsti dálkur, það gefur okkur 4. Fyrsta lína, annar dálkur, þessi og þessi gefa 5. Fyrsta lína, þriðji dálkur, allt 0 nema þessi, 1 sinnum 6. Og svo fyrsta lína hér, gefur okkur 1 sinnum 1, er 1, 0 sinnum 4, 0 og 0 sinnum 7, 0. Önnur lína, annar dálkur, gefur 2. Önnur lína, þriðji dálkur, þá fáum við 1, 3, 0, 0, 0, 0. Það gefur okkur þrýsting. Og þessi viðbót hér, þá höfum við lína sem er dálkur, þessi myndi gefa 7, lína sem er dálkur, þessi gefur 8 og lína sem er dálkur, þessi er 0, þessi og þessi er 0 og 1 sinnum 9 er 9. Þannig að við fáum aftur 7, 8, 9. Og hvaða verkun hefur þetta fylki? Það hefur víxlað á línu 1 og 2. Í lína 1, lína 2 og lína 3. Nú höfum við tapað einhverjum upplýsingum.
getum við aftur fengið línutæki þeirri röð sem við byrjaði með, getum við aftur víxlað og svarið já. Við notum til dæmis bara aftur sama fylkið og beitum því hér. Þá snýstum við það aftur því að nákvæmlega þetta fylki gerir alltaf það sama. Það víxlar á línu 1 og 2 og ef við gerum þetta þá fáum við það sem við erum með. Og til þess að vera vissum að það gerir það, hvernig eyðum við þessari aðgerð, þá getum við bara sagt að þetta fylki andhverfa sjálfsinn. Og þegar við erum að athuga hvort við komumst tilbaka og athuga hvort eitthvað sé andhverfa, þá getum við reynilega prófað hvort að þetta verði örugglega fylkið í þeirri þýsnu 3 fylki. Og þannig að það er ekkert annað að gera heldur en að markvarta bara upp úr. Við gerum það snöggvast og fáum hérna lína sinnum dálkur, fáum 0, 0, 1 og 0. Það er kjörkurinn, svo komum hvorðina, lína og dálkur. Við hittum aldrei á sæti þar sem við fáum annaði 0. Þannig að þessi er alltaf 0. Og hér fáum við ekki alltaf 0 á móti einhverju tölu. Þetta er alltaf 0. Og göngum á röðina. Tökum núna skipulega línu 2, dálkur 1. Þetta er alltaf 0. Lína 2, dálkur 2 og svona fáum við það sem að til stóð. Og reynda þurftum við ekkert að reikna. Við vitum hvað þetta hérna fylki gerir. Ef við lítum á þetta sem aðgerð við þetta fylki. Það víxlar á línu 1 og 2. Það er nákvæmlega sem gerist hér. Og þá erum við ef að 2 fylki A og B eru í, það er að segja, einingafylki og BA verður líka í. Þá segjum við að B sé andhverfa fylkisins A og svo náttúrulega bara samhverfu ástæðan þá er A andhverfa fylkisins B. Svoleiðis að þetta frumfylki uppfyllir það skilyrði þar andhverfa sjálfsín og ef við víxlum röð eða línu í fylki, gagnasafni, töflu með því við færa allt yfir á fylkin, þá getum við svo sem endurheimt upplýsingarnir tilbaka. Skölunarfylki, hvað gera þau? Við megum bara nota eina línu aðgerð í einu á einingafylkið. Við byrjum með einingafylkið eins og alltaf í frumfylkjafræðum og við ætlum að líta hér bara á eitthvað fylki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nú skulum segja að verkefni sé að tvöfalda hvert stak hér. Við megum það samkvæmt Gauss-eyðingarreglunum margfalda í gegnum línu með tölu. Og ef við ætlum að tvöfalda þá myndum við setja 2 hér. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Og þess að þetta sé ekki alveg rétt hjá okkur, hvort þetta gefur ekki það sem við vildum. Þá komum við út bara tvöföldun efstu línu. Þá skulum við bara reikna. Lína, dálkur, það er það sem við ætlum að gera. Lína, næsti dálkur, efsta lína, þriðji dálkur. Prófum þetta. 2, 2 sinnum 1 eru 2, svo fáum við 0, 0, 0, 0. Þannig við erum komið lína 1, dálkur 1, staki sæti 1, 1. Staki sæti 1, 2, lína 1, dálkur 2. Þá fáum við hér 2 og 2 eru 4. Svo fáum við 0, 0, 0, 0 passar. Og að lokum staki sæti 1, 3, lína 1, dálkur 3. Og þá fáum við 6 og svo fáum við 0, 0. Og þannig þetta nú komið vegna þess að þegar við göngum úr röðina núna, lína dálkur, fáum við 0, 4, 0. Sem að við fáum aftur fjarkan. Og sama hér, lína næsti dálkur, við fáum 5.
0, 5, 0 og lína dálkur 0, 6, 0. Við fáum 4, 5, 6 og alveg eins hérna neðst. Lína dálkur hérna. Staki sæti 3, 2 og hérna 0, 0, 1, 8 og lokum hér 9. Þannig að við fáum aftur 7, 8 og 9. Þannig að þetta hérna frumfylki gefur okkur nákvæmlega aftur, gefur okkur nákvæmlega sama bið, bara að tvöfalda hvern staki í fyrstu línu. Ef við tapað upplýsingum, getum við endurheimt þetta fylki hér aftur tilbaka með einhverju frumfylki. Er andhverfa, þarf að segja, að komast tilbaka. Við hefum nú farið úr skónum og síðan sokkunum, getum við aftur farið í sokkana og skónum. Við höfum nú fylki 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ef við lítum á þetta fylki sem aðgerð, þá tvöfaldar þetta fyrstu línu í því fylki sem það er beitt á. Og ef við viljum að það ger ekki neitt, þá ætti þetta hérna að taka þá aðgerð tilbaka. Við getum bara að prófa. Hálfur sinnum 2 er 1. Fyrsta lína, fyrsti dálkur. Þetta eru 1. Þetta eru 0. 0. Önnur lína. 0. 1. Hitti hér. 0. 0. 0. Og lokum 1. Jú, við fáum 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Þá þurfum við strangt að tekið að víxla til þess að sjá að þetta er andhverfan. Og prófum það. Tveir hittir hálfan. Og svo kemur alltaf 0 af því það eru 2 0 hér, eyðir öllu. Svo höfum við hérna 0, 1. Við gangum röðina. Við fáum hér, þessi gefur 1. Það kemur hérna. Efsta lína hana dálkur. Já, 0 hittir alltaf 2. Röðina. Önnur lína, fyrsti dálkur. Já, það er allstaðar 0. Efsta lína hana dálkur. Hér fáum við 1. Hann er kominn. Og önnur lína, þriðji dálkur. Það er allstaðar 0. Og hér fáum við 0. Hér fáum við 0. 0 og allstaðar nema. Hér hittir skrattin ömmu sína. Það er 1. Nú þetta þýðir að skölunarfylki sem eru smíðuð þannig að það má aðeins breyta einu staki í einingafylkinu við, það er alltaf andhverfulegt, við komumst alltaf tilbaka. Þá er það kannski það sem við notum mest og meira. Víxlfylkin notum við mikið í fylkimarkvöldum, að víxla línum og dálkum, að víxla línu. Og síðan að leggja eina línu sem búið að markvölda með tölu við aðra línu. Þau líta þá þannig út að við byrjum með frumfylki, það er þetta einingafylki. Svona. Og við erum að beita línuaðgerðum á þetta fylki. Við skulum segja bara að við viljum tvöfalda línu 1 og leggja við línu 2 og skrifa útkomuna í línu 2. Það er algengt. Þá hættum við að sjá tvistinn hérna af því að útkomuna og skrifa í línu 2. Ég ætla að beita sér. Þannig að hvernig er hugsun þetta hérna fylki? Hérna sjáum við að lína 1 hefur verið tvöfölduð og löguð við línu 2. Hvenær gætum við haft áhuga á að nota þetta sem Gauss-eyðingarskref? Við skulum segja að við séum reyna að Gauss-eyða þessu, það lítur svona út 1, 0, 0,
mínus 2, 1, 0 og svo kannski ekki hérna 0, 0, 1 og við viljum eyða þessu hérna flýta þetta sem endistak og við viljum eyða hérna undir fremsta staki. Hvernig myndum við gera það? Jú, þá myndum við vilja segja ég ætla að tvöfalda línu 1, leggja við línu 2 og skrifa útkomuna í línu 2. Þá ætlum við búið til frumfylgi sem gerir nákvæmlega þetta og það stendur hér. En þetta þýðir þá, við skulum bara reikna að hvort að þetta hérna fylgi ef við beitum því á þetta fylgi, þá lítum við þetta sem aðgerð sem er beitt á þetta fylgi. Hvort það gefur ekki örugglega það að eyða þessu staki og við byrjum bara lína sinnum dálkur. Hér fáum við 1 og þessi 0 hérna eyða þessu. Þannig að þetta fáum bara 1 og við fáum alltaf 0, 0 hér. Prófum það bara lína dálkur gefur 0. Lína, dálkur, gefur 0. Við erum líka hvort eða bara einbeitt okkur að því að eyða þessu hérna. Átum hvort það gerist. Þá erum við með línu 2 og svo hér. Dálkur 1. Við erum bara að eyða stakinu í sæti 2. Hér fáum við 2 pluss mínus 2 pluss 0. Við fáum 0. Hérna lína 2, dálkur 2, þá fáum við 0 og 0, 1 sem 1 og 0 sem 0, það gefur okkur 1 og 0 og þetta gengur allt eftir. En þetta þýðir að þetta hér leysir á hólmi þetta gásaeiningaskrif. En reyndar að því við vorum með svona þægilegt fylgi hérna þá sjáum við reyndar líka að þessum útkemur 1, að þetta hérna fylgi er mjög líklega andhverfa þessa hérna fylgis því að það útkemur hérna í. En þá verður við stranglega tekið líka að fylgja margfalda hina leiðina. Og þá hér 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1 og ég getur spurt hvað fer ég að gera til þess að eyða þessu stakk? Ég vil líta þetta heiða sem endistakk. Jú, ég þarf að tvöfalda línu 1, leggja við línu 2. Ekki bara tvöfalda, heldur mínus tvöfalda línu 1 og leggja við línu 2 og skrifa útkomun línu 2. Fyrst atriði. Hvernig verður frumfylgi verið þá aðgerð? Jú, það er nákvæmlega hér. Hvað hefur gerst hér? Lína 1, þetta kemur þaðan þetta stakk og línu 1. Hún hefur verið mínus tvöfalduð, línu 1. Lögð við línu 2 og útkoman skrifuð í línu 2. En þetta gefur þá til kynna að þetta eru andhverfur hvors annars. Þetta er kostunum við frumfylgi að við töpum ekki uppsýngum. Við komumst fram og tilbaka. Þegar við erum að raða gögnum við svo sem eyðum engu, oft erfiðara að sjá þetta með venjulegri gasseyðingu nema maður haldi með vandlega utan að gássskrefin en hér eru þau skráð. Þannig að almennt ef við ætlum að segjum að falda línu 1, við skrifum eitthvað svona og leggja við línu 2 og það á að skrifast í línu 2, þá verður frumfylgið fyrir þetta aðgerð. Skrifa svona, við byrjum alltaf með áður en þetta gerist, áður en ég skrifa þetta, það gerist alltaf ekki neitt. Það A kemur þá hingað. Af því að ég á að skrifa útkomin línu 2. Það fyrst að skrifa upp einingafylgið. Og ég ætla að beita þessari aðgerð á einingafylgið. Ég á að falda línu 1 og leggja við línu 2. 1, 0, 0, 1, 0, 0 og að falda A pluss 0. Og hér fæ ég ekkert meira. Og skrifa útkomin í línu 2. Þannig hér er það komið. Hvernig get ég yttir? Þá skulum við bara líta á dæmi. Þetta er sem sagt hugmyndin frumfylgi. Nefnilega, við höfum einhverja fylgja jöfnu AX og hér er B. Og svo viljum við smátt og smátt
Finn okkur frumfylki, eitt á fætur öðru. E1 beita því á AX. Þá verðum við að gera náttúrulega sama öðrum megin. Og af því að fylgja markvöldum með tengin, þá vil líta út á svona. Og ef ég hef ekki náð að einangra X með þessu, þá get ég haldið áfram. Og eitt alltaf undir, megistök, eitt undir. Ég kannski hef ákveðið komið svo stallaform og haldið áfram. Alveg þangað til. Þannig að. Og svo hætti ég að skrifa þessa sviga, ég veit alveg hvernig þetta gengur fyrir sig. Svo held ég alveg þangað til, ég er búinn að eyða. Nei, hvað ég var að segja, ekki eyða heldur. Ég vil halda áfram þangað til þetta hérna allt saman verður einingafylkið. Því þá hef ég X jafnt og einhver dálkvegur. Það er fylki sinni vígur, fylki sinni vígur, fylki sinni vígur, fylki sinni vígur. Þannig til ég kom með einhvern dálkvegur. Kannski heitir hann bara C. En af því að EX er bara sama á X, þá hef ég leyst fylkijöfnina. Svona. En þá skulum við halda áfram umfjölluninni frumfylki. Og frumfylki er fylki sem er búið til með einnig að línuaðgerðunum sem eru leyfðar í gáseðingu. Þeim er beitt á einingafylkið. Þess að fá þetta útlitið á þær. Og þær eru, fyrsta aðgerðin var svo að maður víxla á tveimur línum. Víxla á línum. Og næsta aðgerð var svo að það má margfalda línu með tölu, ekki 0. Og svo þriðja að margfalda línu með tölu, ekki 0 og leggja við línu. Og fyrsta gerðin, þegar þetta er þýtt yfir á fylki, er kölluð permutation matrices eða bara umröðunarfylki. En aðeins þau þó þeirra sem að víxla á tveimur línum. Og við veljum okkur eitthvað fylki bara til þess að skoða. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og setjum sem svo að við viljum víxla á efstu línu og næst efstu línu. Þá skulum við fyrst sækja okkur hvað þurfum við? Við þurfum eitthvað fylki sem að verður að hafa 3 dálka. Því ætlum að margfalda frá vinstri. Dálkarnir verða að hafa jafn margar. Fylki sem ætlum að margfalda með frá vinstri verður að hafa jafn margar dálka og fylkið það hefur línur. Svona. Og við skulum sækja okkur línurnar úr fylkinu E, fyrsta línu allir dálkar, og kemur það og önnur lína úr E og þriðja línan úr E. Svona. Þetta gefur okkur þá kost á því að stýra þið betur hvernig við búum til frumfylkin. En þegar við viljum búa til frumfylkið sem að víxlar línum, þá víxlum við línum í fylkinu, kallum það bara E. Það eru elementary matrices. Og þá segum við lína 2 á núna að fara í fyrstu línu og lína 1 á að fara í aðra línu. Svo gerum við ekkert við línu 3. Og svo beitum við þessu fylki sem aðgerð á fylkið A.
og skulum sjá fylkið A fyrir ofan. Hérna er fylkið A, efsta lína er 1, 2, hún er komin hingað. Og hér er önnur lína 3, 4 og hún er komin efst. Og þetta getur verið gott að grípa í þegar við höfum gagnasöfn, töflur eða hvað eina, það sem við viljum umræða gögnunum. Nú, við getum auðvitað kannski verið með að stærri fylki, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, þetta með þetta fylki. Og ef við skrifum út fylkið það núna, hér þá við sjáum að þetta verkar á sama hátt. Þetta víxla línum og það var svo sem ekki sérstakt. Ekkert sérstakt við það að víxla 1 og 2, við getum þetta víxlað 3 og 2, 1, 3, 5, ég les nú bara fremstu stökin úr hverju línu og það verður þá 1 fer ekkert, þessi þristur hérna fer í línunúmer 3 og lína 3 fer línu 2. Það sem við leyfum ekki sem frumfylki, það er að víxla, ef við segja þess og kross. Segjum að þetta væri þá lína 3 og þetta er því lína 1. Til þess að framkalla víxlun og svo aftur víxlun þá búum við bara mikið frekar til eða búum til 2 víxlanir sem að framkvæma þetta sama. Það er umröðunarfylki en það er ekki frumfylki. Og við getum aðeins skoða þetta. Ef við höfum hér línu 1 og línu 2, 3 og línu 2. Þá uppfyllir þetta skilyrði fyrir frumfylki. Við erum búin að víxla á 2 næstu línunum. Kallum þetta þá víxlun 1 eða frumfylki 1. Og svo getum við bara að prófa að búa til annað víxlunarfylki þar sem að við víxlum aftur á sömu línum. Hér erum við bara að víxla. Við erum í línu 21 þarna. Og hérna erum við búin að víxla á línu 2 og 3. Og ef við gerum það aftur að víxla á línu 2 og 3, þá hljótum við enda með fylkið A. Það er til að vera skýrum þetta eitthvað. G er A saman G. En ef við víxlum fyrst á línu 2 og 3 og síðan víxlum við á línu 3 og 1, ég má þetta ekki, ég var að einu áhrif það, línu 3 og línu 1 svona. Hvað gerist þá? Fyrst víxla ég á línum 2 og 3. Þá er lína 2 komin í 3. sæti og lína 3 komin í 2. sæti eða aðra línu. Síðan elti ég næst þegar ég víxla, þá fer línan sem er í 1. sæti hérna og fer hingað í línu 3. Línan sem er í 2. sæti sem er lína 3, upprunalega lína 3. Hún kemur þá hérna í 2. sæti og lína 3 sem var þessi, hún fer þá hingað. Við prófum bara. Við erum með A, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Lína 1 er komin neðst. Lína 3 er komin í 2. sæti og lína 2 er komin í 1. sæti. 2. Ekki ein víxlun, heldur 2. Við höfum náttúrulega sérstakann áhuga þessu. Ef við lítum núna á G sem fylki sem við ætlum að gásseyða, þá viljum við hafa 1, þá viljum við hafa 1 efst, skoða þetta aftur. Þá viljum við fá að víxla hér á línu 1 og 3. Og nákvæmlega þessi hérna að geri það. 2, sinnum allt í leið. Við erum búin að átta okkur á víxlunum. Næst tökum við fyrir fylki þar sem við margkvældum bara línu með tölu. Og þau líta þá svona út. 3 eftir, það er næst. Þau geta verið svona, eitthvað tala hér sem 2, sinnum lína 1. Þá höldum við hinum óbreyttum lína 2 á sínum stað, lína 3 á sínum stað. Svona getur litið út. Og meira með ekki gera. Við höfum bara margkvælda línu með tölu og ekki 0. Þetta er ólöglegt. Og það getur líka litið svona út. Hérna er eða kannski svona. Og ef við beitum þessari aðgerð 3 á fylkið A til dæmis, sem sjáum hér, þá búumst við því að fyrsta lína og önnur lína haldi sér en
við fáum samlagningar andhverfur hér í þriðju línu. Svo. Þar með höfum við aðgreitt númer 1 og 2, þar að segja fyrstu tvær gerðir af frumfylgjum, og í þriðja lagi, það sem er kannski einna mikilvægast, að það er að margfalda línu með töluleggjaværa línu. Og við skulum aftur líta hérna á fylkið A og okkur til smáblásir. Og við skulum nú segja að við ætlum að framkvæma gáseyðingu og líta á eitt sem vendistuðul, eða vendistak, pivot, og eyða þessum þristi. Og við vitum alveg hvað við erum að gera. Við mínus þreföldum línu 1 og leggjum við línu 2 lóðrétt og skrifum útkomuna í línu 2. Þetta fylki þurfum við að skrá, hvað er þá E4, þá að geta skrifa neitt í línu 1. Í línu 2 á að skrifa mínus 3 sinnum lína 1 pluss lína 2, þá ekki skrifa neitt í línu 3. Þannig þetta er frumfylkið. Og nú margföldum við það við fylkið það og þá höfum við 1 hér undir því fremsta. Ef við hefðum viljað eyða næsta stakkin í fylkinu A, þá höfum við kannski kallaði E5. Við hefum ekki að skrifa neitt í línu 1, við hefum ekki að skrifa neitt í línu 2. En hvernig myndum við gera þetta? Við myndum mínus 5-falda þessa línu og leggja við þessa til þess að fá 0 hér og skrifa niðurstöðin línu 3. Mínus 5-falda línu 1 og leggja við línu 3 og skrifa niðurstöðin línu 3. Þetta ganga og við skulum bara, fyrst skulum við bara gera þetta, eyða beint línu 3. En ef við viljum náttúrulega nota báðar aðferðirna, þá höfum við 4 með líka. Þá framkvæmum við 2 frumfylgja aðgerðir á hverju á fætur annarri. Svona, þar með hefur við 1 undir 9. dálki. Það er 1 enn sem að þarf að tala áður við höldum áfram, sem að lítur á kostum frumfylgja, að við geymum upplýsingar með þeim. Sáum hérna áðan að við víxlum á línu 1 og 2, beitum síðan sömu aðgerð aftur, víxlum aftur á línu 1 og 2, þó að við endur heimt upplýsingar þar sem við geymdum. Frumgögnin getur við sagt, eða uppröðun á þeim. Ef við lítum hér á 2, hérna og spyrjum allt í lagi, skulum bara reynsa. Spyrjum hér, hérna margkvæld hefði ég línu 3 með mínus 1. Og hvernig get ég fengið aftur fylkið A? Vorum með, skulum sjá það. Svona. Og þá getum við veltið fyrir okkur þessi hérna aðgerð þegar hann er beitt á fylkið A, að þá mínus faldaði hún einu sinni að öll stöki línunni. Hvað þurfum við að gera til þess að fá það tilbaka? Já, ef ekki bara prófa að gera það sama. E3 sinnum E3 sinnum A. Þetta myndi aftur gefa okkur fylkið A. Prófum annað. Ef við hefðum nú 2-falda línu 1, skulum sjá, fyrst hvað kemur út, að fæ aftur, 2-faldun á línu 1. Og til þess að fá tilbaka aftur fylkið A, hlýt ég þá ekki að, við kallum það bara H, að margfalda með hálfum línuna, númer 1, og svo halda eina sér. Þannig að þið er búin að beita þessari aðgerð E3 á A og 2-faldaðist allt. En ef ég set síðan H, beiti síðan aðgerðin H á það, alltaf frá vinstri, þá ætti ég endur heimt aftur fylkið A. Þannig að við sjáum að H er margföldur andhverfa E4. 3. Svona. Til þess að vera vissum að það sé alveg rétt, þá þarf ég alltaf að athuga hinn-kostin líka. Þurfum að hafa það möguleikana. Nú, þá sjáum við það fyrir okkur að það að margfalda með, þar að segja margfalda í gegnum línu með tölu, að við getum framkvæmt aðgerðan aftur tilbaka, eða sótt hann aftur tilbaka með því að margfalda með margföldunar umhverfinni. Nú, hvað þá þetta hér? Skulum láta næja skoða E4
og skulum reyna að finna út hvernig við getum aftur sótt fylkið A, skulum kalla þetta eitthvað F. Við viljum geta sagt að fylkin F og A séu línujafngild, en það verður að þýða það að ég get aftur fengið fylkið A með að margfalda F með einhverju. Og hvað gerði E4? Það tók línu hér, þá sjá lína 1 og breytt mínus þrefölduðum línu 1 og lögðum við línu 2 og skrifum niðurstöðin línu 2 og lína 3 óbreytt. Nú, þetta gefur fylkið F. Hvernig getum við farið frá F aftur til A? Kannski þurfum við að sjá A. Sem sagt við viljum aftur fá þristinn hér, fjarkan okkar hér og fimmuna hér. Til þess að átta sig á þessu kannski oft betra fyrst að skoða allt í lagi. Hér höfum við E4. Skoðum hann. Hérna sjáum við verkunum á honum. En ef við lítum bara á E4 sem fylki og við viljum hins vegar finna leið, það er að segja, finna margfalda með randhverfuna, þá hljótum við að geta að hugsa þetta þannig að hér höfum við fylki og viljum eyða þessu staki með Gauss-eyðingu. Og þá myndum við þrefalda þessa línu og leggja við þessa. Þar með fáum við aftur einingafylkið. Þegar við prófum kannski tilraunafylki H sem væri, lína 1 er óhreyfð, en línu 2 skrifum við 3 sinnum línu 1 og leggjum við línu 2 og lína 3 er óbreytt. Þetta fylki verður að gefa okkur einingafylkið sem þýðir að H er andhverfa E4 og þegar við vitum það þá megum við kalla H andhverfu E4. Svona, við erum búin að komast að þessu. Þannig ef ég margfalda núna með vinstri með þessu fylki andhverfa E4 þá ætti ég að fá aftur A og prófa við það. Andhverfa aðgerðin við E4, veitið þið fylkið F, þetta kemur aftur fylkið A. Þar með vitum við allt sem við þurfum að vita frumfylki og þá getum við notað forrit sem að kunna fylkjamargföldun til þess að framkvæma línulega algebru. Gauss-eyðingu ætlaði ég að segja. Og hérna er komið dæmi. Við erum hérna með jöfnunheppi eða jöfnukerfi og þetta eru 3 jöfnur eða 3 línur og 3 óþekktar stærðir eða 3 breytur. Og við þurfum að finna tölur x, y og z þannig að þessar jöfnur verði uppfylltar í hverju einustu línu eða í hverju sléttu. Og fyrst er nú gott að hugsa þetta svona að hér höfum við bara x sem sköluna þátt við vigur. Hvaða vigur væri það? Það væri vigurinn 1, 2, mínus 2. Og sama hátt vigur 2 væri það tölurnar sem standa við í hér. Þannig að ég ætla að sækja þessa vigra, vigur 1, vigur 2, vigur 3, vigur 4 og ég vil sjá þetta sem dálkvigra til þess að vera vissum að gera þetta rétt og best að horfa á þetta og bera saman við það sem ég gefið þér. Vigur 1, 1, 2, mínus 2. 1, 2, mínus 2 passar. Vigur 2, mínus 2, 1, 3. Það stendur við í, mínus 2, 1, 3 passar. Vigur 3, 8, 1, 5. Það stendur við setu, 8, 1, 5 passar. Og hægri liðin 7, 3, 1, 7, 3, 1. Réttu komið. Þá get ég raðið minn í fylki og þetta er þá fylkið sem ég ætla núna að aðtöku hvort ég kom ekki á allavega efra þríhyrningsform. Og kannski eyði ég líka bara fyrir ofan. Þá er þetta verkefnið.
Og ef við verðum að gásiða þá myndum við, tvöfalda línu 1 mínus tvöfalda línu 1 og leggja við línu 2 og skrifa útkoman í línu 2. Þá fáum við 0 hér til þessi sáð. Þá gerum við bara eins og áðan, við sækjum okkur einingafylkið, skilgreinum línurnar, sækjum þær, skoðum svo fylkið það. Og nú hefum við gásaðingu. Við viljum koma að fyrsta dálki sem var sýndur hér í lið 2. Fyrsta dálki fylkisins A á þetta form. Við viljum að hér standi 1, 0, 0. Þannig að við eyðum undir megin vendistækinu sem er í sæti 1, 1 og við eyðum þá fyrst þessum tvisti og þessum mínus tvisti. Og við skrifum þetta kannski bara út. Við leggjum mínus tvistasinu línu 1 við línu 2 og skrifum útkoman í línu 2 og þetta er í frumfylki nákvæmlega svona. Þá ekki skrifa neitt í línu 1. Hér framkvæmum við eyðinguna og nákvæm í línu 2 og gerum ekkert við línu 3. Eina aðgerð, þetta er frumfylki, uppfyllir alls skilyrði. Hvernig lítur það út? Það er svona, fínt er. Og þá skulum við búa til línujafngilt fylki. Það þýðir bara það að þessi aðgerð er andhverfaleg og eyðum undir fyrsta staki. Það tókst. Og hérna er þetta bara skrifað aftur. Og við veitum ekki alveg af hverju ég gerir það. Nú næst eyðum við stakinu í sæti 1, 3 og við leggum þá tvisinu línu 1 við línu 3 og skrifum niðurstöðinu línu 3. Sem sagt, skrifum ekkert í 1, skrifum ekkert í 2, útkoman á að koma í línu 3. Beitum aðgerðinni F1, það er þegar búið að framkvæma eina frumfylki aðgerð á hana og nú fáum við línu jafngilt fylki. Og okkur tekist þetta. Búum með fyrsta dálk. Hreinsum, skoðum hvað er komið. Næst lítum þetta hér sem vendistakk og við viljum eyða þessu. Í venlegri gáseyðingu þá lætum að nægja að eyða öllu undir meginhóttalínunni og mynda efra þrýtningsfylki. En það er ekkert verra að nota gásjórdan, eyða líka alltaf fyrir ofan vendistakið og enda með einingafylki þegar það er hægt. En allavega viljum við koma dálk númer 2 úr fylkinu A á þetta form hér. Og ég ætla bara að byrja á því að eyða þessum mínustvisti. Það sem er þægilegt að gera er að staðla þessa línu hér, deila með 5 í gegnum þessa línu og margfalda svo með 2. Það er að segja samrækningar andhverfu þessara tölu. Því að þegar ég legg þessa hérna línu 2/5 sinnum þá við þessa, þá fáum við 0 hér. Það að deila með 5 gefur mér 1 að staðlar hana og margfalda svo með 2 og leggja við, gefur mér 0 þar sem ég vil fá það. Prófum þetta. Auðvitað er hægt að taka þetta í 2 skrefum. Fyrst að staðla þessa línu, fá 0, 1 og mínus 3 og margfalda svo í gegnum þessa línu með tölu, þá hefur beitt aðgerð 2 tvisvar. Nei, einu sinni og síðan númer 3. Við skulum taka þetta í einni aðrinu. Og hvernig verður þetta tekist? Við erum búin að eyða þessu staki hér. Næst skulum við eyða undir þessari 5 og þá leggjum við mínus. Þá leggjum við hvað? Ja, stöðlum hana núna. Við getum eitthvað sagt 1/50. Við skulum bara staðla. Og þá er þetta komið vegna þess að það er mínus 1 hér. Staðla og leggja við. Þá fáum við þessa burt. Þá erum við búin með 2 dálka. Þá tökum við að loka þennan síðasta dálk. Ekki að minnka þess að smá gluggana mér. Svona.
Næsta atriði. Hér er með 0018 og nú skulum við staðla, deil gegn með 18, skulum bara byrja á því. Og þá verður næsta lína 001 og síðan vinnum okkur upp. Hvað gerum við hér? Við þreföldum þessa línu og leggjum við línu 2 og rétt og skrifum niðurstöðin línu 2. Sem sagt aðgerðin á að fara fram hér, þreföldum línu 3, leggjum við línu 2 og skrifum niðurstöðin línu 2. Gerum þetta. Þá er komið 0 hér, höldum svo áfram, eyðum þessu stæki, við erum að mínus 2-falda þessa línu, þar að segja línu 3 og leggja og ný línu 1. Þá þarf ég að skrifa útkomarna hér og við erum búin að kalla fram einingafylkið. Gott og vel. Og hvað höfum við gert? Við höfum með frumfylkjum í þessa átt búið til andhverfufylkisins A. Af því að við margkvölduðum, við kvöldum þetta bara skilgreinum þetta sem eitt fylki. Ef það er margkvölda við A, þá kemur I. En til þess að vera alveg sem þetta sé rétt, þá tekið þetta sem ég búin að skilgreina og margkvölda það frá hægri við A. Og það verður að gefa I. Það er skilgreining á andhverfunni. Og hér fáum við 1 á meginhornalínunni og 0 með formerki líka. Þessi punktar hérna, það stjörnur þýða bara 0. Og það sem að andhverfan, við vorum eitthvað svona, AX jafnt og B, og svo fengum við andhverfu A, og búin að búna til úr frumfylkjum. Við þurfum að gera það sama begge vegna. Og þetta hérna er einingafylkið. Og þegar maður margkvaldar einingafylkið við vigur, þá fær maður bara vigurinn. Svoleiðis að þetta verður að gefa okkur X, Y og Z sem vorum að leita að. Og svo er til skipunin RRF eða REF skipunin og hún setur fylki A á rautt stallaform. Því það er ekki alltaf sem við erum með andhverfanleg fylki, það kemur ekki alltaf í fylkið út, en hún gefur okkur alltaf stallaformið. Og þá skulum við bara raða aftur inn vigrónum sem voru skilgreindir, þeir eru geymdir í vinnurýminu, V1, V2, V3 og B, og nú setjum við þá í 3x4 fylki. Og kallum við það aukið fylki, augmented matrix. Og það er undir skilið að það sé jafnaðarmerki þarna. Gerum þetta nú aftur bara. Hér er jafnaðarmerkið. Það er búið að ákveða það að hrófla aldrei við dálkonum, þannig að röðin og X, Y og Z er alveg rétt. Og við getum gefið skipunina. Þetta er náttúrulega bara X erum að leita að eða vigurinn sem er neðaldur líðina X, Y, Z. Alltaf að kalla það auk X til þess að við náðum að fá það fram með því að ryðja auknafylkið. Og þegar við ryðjum það, þá fáum við alltaf niðurstöðuna líka. Þannig að þetta er býsna öflugt. Þetta voru við reynda búin að skilgreina, en við getum kannski beðið MATLAB að segja okkur nákvæmlega hver andhverfan er. Þetta er náttúrulega beint af augum ef að fylkin eru það sem maður sér andhverfanleg. Þegar maður ryður fylki, 3x3 fylki, 4x4 fylki og fylkið sjálft sem að maður byrjaði með er línu jafngilt einingafylkinu, þá séu það sé andhverfanlegt. Allt virkar þetta bara.
En þetta var þá frumfylki og segjum það gott.